Við ætlum að byrja að tala samgöngur. Hérna kominn Eyjólfur Ármannsson, innviðaráðherra. Vertu velkominn. Já, takk fyrir. Það var afgreidd samgönguáætlun sem að þykir svona tíðindi af því að það er langt síðan það hefur verið gert. Já. Á hverju það? Okkur svona erfitt að afgreiða þetta? Já, það var í síðustu ríkisstofu mjög erfitt að afgreiða þetta. Okay. Það var góð spurning. Það er ekki, síðasta var samþykkt samgönguáætlun árið 2020. Síðasta ríkisstjórn, stjórnarmeirihluti kom með tillögu 2003 og það tókst ekki að afgreiða þá tillögu að samgönguáætlun. Þannig að þetta er fyrsta samgönguáætlun í 6 ár sem er samþykkt. Þetta er mjög góð spurning af hverju. Ég er með ákveðna kenningu það en þetta er hvort ég að láta hann flakka ekki en ég held að það hafi verið Fjarðarheiðargöng. Það var Fjarðarheiðargöng var í fyrsta sæti í tillögunni frá 2020 og Fjarðargöng í öðru sæti í tillögunni 2020. En svo í tillögunni 23 það var samtíða áætlunin 20 og svo í tillögunni 23 þá var Fjarðargöng komin í 7. sæti en Fjarðarheiðargöng var í fyrsta sæti enn. Það hefði ekki verið hægt að afgreiða? Já, það var einhver ástæða fyrir því en það má spyrja sig á hverju það er ekki búið að fara í jarðgöng síðan 2020. Ég held að þú hefur aldrei sagt það var einhvern veginn hvernig þú talar þetta mál og þá hljómaði þannig að Fjarðarheiðargöng væru eiginlega bara allt og dýr og með því að hafa þau fremst að þá yrði eiginlega engin göng boruð af því þetta væri ákvörðun sem væri eiginlega ekki hægt að taka. Já, þetta er ekki fjárhagslega forsvaranlegt. Já. Það er eiginlega mín niðurstaða. Þannig að það hefur allar aðra framkvæmdir hafi strandað á því að þessi tilteknu göng voru orðin fremst. Já, eða sem sagt samgönguáætlun kannski ekki samþykkt út af þessu að þetta fari. Þá hverju ekki COVID-peningar notar í Fjarðarheiðargöng. Og ástæðan þá svo að það fólk vill ekki samþykkja þetta en enginn kannski vill opinberða andstöðu sína við þetta. Já, það er stóra málið. Við erum núna með miklu minni göng, 5,2 kilometra, mun ódýrari. En hvar eru Fjarðarheiðargöng hjá þér? Þau eru ekki í topp 4 listanum. Það er fyrsta sætið forgöngur er Fljótagöng, annað til 3. sætið er Súðavíkurgöng og Fjarðargöng, öðru til 3. Og svo jarðgöng Mikladal og Hálfdán í Vesturbyggð. Og er það þannig að þú metur það sem svo að ef að þú hefðir haldið til streitu að hafa Fjarðarheiðargöng efst að þá hefði ekki orðið að þessu framkvæmdum að það hefði þurft svona alveg án tillits hvaða skoðu þú hefur sérstaklega á þeim að það hefði ekki farið í gegnum þingið af því að það er ástæðan, það var ekki út af þér sem að fór ekki í gegnum þingið 23. Ég mataði ekkit út frá þingin en svoleiðis, ég mat bara að það var ekki fjárhagslega forsvaranlegt. Þetta var það stór framkvæmd og við erum komið það skammt á veg í jarðgangagerð í landinu að við erum 11 jarðgöng í landinu og það er svo margt annað sem er mikilvægt. Bara náttúruváin í almenningum og mánaskriðum á milli Fljóta og Siglufjarðar er það alvarleg. Vegurinn er að síga og hrynja, vegagerðin keyrir hverjum degi til að athuga veginn. Sama með Súðavíkurhlíðina. Súðavíkurgöng er að taka úr, bæði þessi jarðgöng er að taka úr notkun þá, hættulega hlíðarvegi við sjó, alveg svo Óshlíðarvegin með Bolungarvíkurgöngunum og svo göngin sem voru gerð til Ólafsfjarðar. Þau tóku Ólafsfjarðarmúlann úr sambandi. Þannig erum að gera það með þessum tennum göngum. Seyðfirðingar vilja meina að Fjarðarheiði sé hættuleg og það var banaslis eiginlega meðan að þið voruð að undirbúa og afgreiða samgöngu. Það er alveg rétt. Það segir einnig skýrslunni Fjarðargöng fyrir ekki að það væri byltingakennd göng. Það er nýr vegur, tengir Seyðisfjörð við Mjóafjörð og áfram til Eskifjarðar. Norðfjarðar og þar yfir. Og þar í Fjarðarbyggð það er meir en 20% af útflutningsverðmætum. Verðmætasköpunin það mikil, það er meir en 20% af verðmætasköpuninni til útflutnings er þar. Tengist stærsta vinnustæðan, Héðrasjúkrahúsi og svo framvegis. En það hefur ekki verið svona krafa þarna fyrir austan að Seyðisfjörður er tengdur Neskaupstað. Krafan hefur verið frekar allavega þegar ég tala við Austfirðinga eða sérstaklega Seyðfirðinga. Krafan hefur verið hringtenging, það er klárlega. Það hefur hringtenging og ég fór hana í ágústi síðasta ári og spurði að hver er þjóðhúslu rökin að hafa Fjarðarheiðargöngu undan Fjarðargöngum. Það var ekki mikið svör. Ég spurði hvort það væri
svona, það verður til að tryggja hringtenginguna, það var eiginlega málið, byrjað þá þessum göngum, þá verður hitt að koma líka. En án Fjarðarheiðarganga þá þetta ekki hringur heldur svona Já, það er náttúrulega hringtenging yfir Fjarðarheiðina. Já, þegar hún er opin. Þegar hún er opin, já. Og þannig að það það var alltaf niðurstaðan hjá mér að það og okkur var að Þú skoðar þetta og þú kennst þessari niðurstöðu. Þú ert ekki að taka mat endilega frá sérfræðingunum, þú gerir það einhver leiti, en þú tekur líka svona persónulegt mat. Þú ert sannfærður að þetta sé rétt. Við förum yfir gögnin sem liggja fyrir. Fyrst að lita það sem eina framkvæmd, sko. Já, en þegar þú ferð austur, þá hittur þú fólk sem finnst þú vera að taka af þeim, eiginlega. Það fyrir eftir við hvernig maður talar stundum talað að það sé bara forsóttu þess að geta búið og lifað á Seyðisfirði og Seyðisfirði geti vaxað og defnað að fá Fjarðarheiðargöng. Já, ég tek það alvarlega, það er gagnrýni sem komið á máli, en maður þarf að lítið út frá þjóðarhag og hagsmunum heildarinnar og þetta var niðurstaðan, þessi forgangsröðun. Það var mikið að byrja aftur á jarðgangagerð og vonandi getur verið með 2 jarðgöng í einu og það er ekki sem segir það að við getum ekki farið í Fjarðarheiðargöng síðar. Það sé bara nokkur á undan. Já, þetta er alveg bara spurning sem við hefum að spyrja okkur hvernig stendur á því að við hefum ekki verið að grafa jarðgöng síðan 2020 og líka bara í stóra samhenginu á hverju höfum við ekki staðið okkur betur í að grafa jarðgöng. Færeyingar hafa verið mjög öflugir að gera jarðgöng. Í Noregi ég taldi að stendur bara Wikipedia einfallega, það eru 1184 jarðgöng í Noregi. Þetta er 1200 jarðgöng. Þetta er bara þegar við ákveðið það að búa vesturströnd, byggja vesturströndinni og þá fara að gera þetta og ég held að byggðaþróun í Íslandi sé nátengd samgöngum á Íslandi. Við erum með 82% þjóðarinnar býr hérna á Hvítársvæðinu frá Selfoss upp í Borgarnes og svo 5% sem býr á Akureyrarsvæðinu, Eyjafjarðarsvæðinu. Það sem hinn 10% búa, þar hafa vegsamgöngur ekki verið nægilega góðar. Og það er gott að búa, það er gott að alveg fjölskyldu vera með fjölskyldar og svoleiðis. Mikil verðmætasköpun líka, sjávarútvegi og svo framvegis. Þannig að þróun byggðar í landinu hefur mikið verið út af samgöngum. Þannig að þú trúir því að það sé forseta uppbyggingar Austurlands, veit ekki hvað það segir þetta kallað uppbyggingu, en svona vöxt og þróun Austurlands, að þar verði boruð jarðgöng. Ég tel að Fjarðargöng stuðla því að verði öflugur byggðakjarni hana, ekki byggðakjarni, eða bara atvinnusvæði styrkist til muna. Þetta opnar Mjóafjörðinn fyrir fiskeldi til dæmis, 10 milljarðar verðmætasköpun þar, svipað firðinni fyrir vestan, 10 fyrir 11 jafnvel, og það stærsti vinnustæðurinn álverið og svo uppsjávarfiskurinn og sjávarútvegurinn og Neskaupstað og Eskifirði, það gríðarlega öflug fyrirtæki þar. Og öðrum stöðum hann í nágrenninu. Og samgöngur þarna á milli sé forseta þess að það byggist upp. Já, Seyðisfjörður verður eins og útkverfi í Neskaupstað. Ég segi ekki að það sé, en maður gæti orðað það þannig. Já, allar samgöngubætur á svæðinu styrkja svæði, allar, og þá við allar landsluta. Þú getur búið á Seyðisfjörði og unnið á Reyðarfirði. Já, til dæmis. Það var ekkert svo fráleitur akstur í vinnuna, svipað fólk gerir hérna sem að býra á Akranesi og vinnur hérna í Mosó. Það það sem að gerist, það styttir þetta vinnu og það eigur framleiðslu í landinu og bara lífsgæði, spara tíma. Við veitum 1 tímanum í vinnunni eða með fjölskyldunni það að vera að sitja í bíl. Maður finnur bara höfuðborgarsvæðinu, maður festist inn í umferðarteppu, það þetta að nota tíman í annað. Það var könnun gerð, alþjóðleg könnun á Íslandi, held að vera eitthvað tengt Davos, World Economic Forum, þá var samkeppnishæfni Íslands dregið niður vegna lélegra samgangna. Og ekki bara út á jarðgöngum heldur? Nei, bara almennt séð. Það undir 40% af vegum í Íslandi í góðu ástandi, undir 40%. Og við höfum verið að setja pening á síðast ári 3 milljarða í viðhald vega og fengum gríðarlega jákvæð viðbrögð. Og kannski bara stóra Hvað fengum við jákvæð viðbrögð? Við bara frá sveitarfélögum. En 3 milljarðar í viðhald vega, er það ekki neitt? Nei, það var bara aukalega. Það sem við erum að gera núna í þessari samgönguáætlun með tilhöfuna þar 23, þá erum við að auka framlög til samgöngu framkvæmda og viðhalds 100 milljarða. Við erum að fara 260 milljörðum í 61 milljarð.
í viðhaldi vega, þá hefur viðhald vega verið svona 12-13 milljarðar á ári. Við erum farið 17,5 milljarðar núna í ár og svo næstu árum, næstu 4-5 ár, þá það 19-20 milljarðar. Það gríðarlega hækkun úr 12-20 milljarðar. Og svo, fyrir svo annað, við erum að fara í vetrarþjónusta, við erum að bæta 14 milljarðar þar við. Við erum full fjármagna vetrarþjónustuna. Og ég held ég hafi ekki ennþá fara á fund í mínu kjördæmi, þar sem ekki tala vetrarþjónustu og tala ekki samgöngur. Það alltaf tala samgöngur. Það sem að vegum haldið opnum lengur og í kannski verra veðri heldur en hinga til. Já, þetta er spurningu það þegar þú byrðir Breiðholtinu, þessi mokaður vegurinn í vinnunum. Já, má ég aðeins áður við yfirgefum hérna Fjarðarheiðargöng. Af hverju heldur að Fjarðarheiðargöng hafi lent efst á listunum ef að það hafi ekki raunverulega verið vilji hjá þinginu að hafa það svo? Sko, hvernig getur það gerst? Ég bara að þú spurðið mig af hverju ekki samþykkt samgönguáætlun. Það bara mikið að þú spurði þá flokka sem voru við völd við stjórnvölinn á þeim tíma. Af hverju settur þetta efst? Hver var, já. Og ég líka spurði af hverju var ekki farið í jarðgangaframkvæmdir. Það var settið COVID-peningar í samgöngur og þetta var alltaf stóra framkvæmdi sem var hann efst á listanum. Það var pólitíska vilja til að taka það af úr forgangi, setja það annað. Það var það sem mér fannst að vera verkefni sem bara mér var ætlað að gera. Það er leiðilegt að segja, en það að vera núna með jarðgöng sem 5,2 kilometrar á 21 milljarður, það er allt annað verkefni. Miklu viðræðar, það er bara miklu auðveldara að eiga við það. Þú talar um Noreg sem hérna stórt land og fólk dreift víða og við erum það líka þótt að séu kannski færri sem eru dreifðir hér hlutfallslega heldur en í Noregi. Það eru svona stærri staðir víðar í Noregi heldur en hér. Það eru margar akureyrirarnar í Noregi. Já, Oslo til dæmis hlutfallslega, það kannski svona innan veit 50, 800 manns, 600 manns. 2/3 sem búa hér. Já. Og kannski rúmlega það. Margar minni borgir. Þannig það kostnaðarsamt að vera með þessa vegi og þegar að bundið slitlag hefur verið lagt þá eykst umferðin með það sama. Og meðal annars hefur bara meðan að við hefur verið til að hafa flutningar flust frá sjó yfir á land meðal annars út af uppbyggingu vegakerfisins. Og þessir flutningar þeir eyðileggja vegina margfalt á við það sem að fólksbíllinn gerir. Ég hef sér svona verkfræðinga haldiði fram að full hlaðinn flutningabíll með kálfi að hann spæni upp svona eins og 1400 bílar eða 14.000 bílar. Já. Og við sjáum þetta í þínu kjördæmi til dæmis á Vesturlandi þar sem Dögunum mér veit ekki hvort það sé rétt en maður sem ferðamaður eiginlega upplifir að maður sjái slitið af flutningum á eldislaxi þannig gegn. Já. Flutningar á Vestfjörðum hefur búin að stórlega aukast og það það flutningar vegna eldislags. Það langmest. Gríðarleg slysingum slit á vegunum í Dölunum til dæmis. Það búið að aukast umferð á vegunum gríðarlega mikið. Það eru ferðamenn sem að koma henn til landsins, sem að keyra fólksbíla. Það kannski slít ekki vegunum. Það er mikil hætta. Þetta er hárið þjóðir, það er miklu minna slít. Það getur verið hætta við einbrýtnar og allt það. En slítið fyrst og fremst flutningar. Fyrst og fremst þungaflutningar. Og líka þeir hafa aukið stórkostlega og núna til dæmis Eimskip eftir að fyrirtækja Húsavík CCP, ég man ekki hvað heitir Bakki, já, þeir hættu að þá hættu með strandsiglingar, það með slæmt og núna bara Samskip í þessum flutningum og ég var með skipaði aðgerðarhóp í síðasta haust það og eftir aðgerðaráætlun varðandi til að auka strandsiglingar og við fengum aðgerðir þar sem ég var nú með bara morgun að fjalla það og það fyrst og fremst álögur og skatta á strandsiglingarnar. Það er hafnagjöldin, vitagjöldin og svo líka kolefnisgjaldið og ETS-gjaldið. Kemur ekki til greina að setja auki gjald á flutningabílana sem eru að eyða á við 14.000 fólksbíla? Já, við erum með kílómetragjaldið, það miðast til þunga. En ekki í þessu hlutfalli sem að verkfræðikandi rekna? Jú, ég meina að þú ert að tala um það að fara að setja auka gjöld á þungaflutninga. Ég ekki talsmaður þess, við frekar horfum það að aflétta gjöldum á strandsiglingarnar
Það eru til dæmis, það eru gjöldana, til dæmis kolefnisgjald, hafnagjöld, vitagjöld og svoleiðis gjöld sem ekki á vegunum, bílar auðvitað keyra á vegina, minni gjöld þar. Það eru ýmsar ástæður fyrir þessar stöðu sem í dag, að það ekki strandflutningar. Það vegna þess að það er svo ódýrt að flytja á landi, vegna þess að þegar þú gerir það, þá borgar ekki slitið á vegunum sem að þú veldur. Já, það er margir sagt að það sem að borga niður á flutning á landi, en ég tel að mikið að skapa betri rekstrarskilyrði fyrir flutningum á ströndinni. Er það raunhæft? Það er mjög góð spurning. Ég held að sé mikið að við förum eftir þess aðgerðaáætlun, fáum líka betri tölfræði um þessi mál og reynum að vinna með það, stuðla að flutningum á ströndi. Við erum með eyju hérna í Norður-Atlantshafi, við erum mikið að það getum notað hann silt í kringu landi. Þetta er líka ákveðin menning. Íslendingar vilja fá allt í gær helst. Það er ekki þolinmóða vörur eru ekki margar sko. Það líka hefur breyst vegna þess að flutningakerfi til dæmis verslana hefur breyst. Það sem áður var lager og fleira er kannski engin lager, þannig að raunverulega eru bílarnir bara lagerinn, þannig að þú pantar bara í hilluna á Egilsstöðum þar sem vantar á morgun og færð það keyrt frá Reykjavík. Vantar lager út á landi og lagerinn er bara í Reykjavík og svo er bara að vera að keyra hérna eftir klukkan 5 á daginn. Og verður mjög þjóðhagslega óhagkvæmt, mikil mengun af þessu. Væri mikil til unnið að flytja sem mest að þessu yfir í sjóflutninga. Það væri það, alveg klárlega. En hvernig er það að gera það? Loftslagsmáli líka, skipta hana máli, minn útblástur. Til dæmis bara varandi ETS-gjöldin í siglingum, þá er ákvæði varandi fljótin í Evrópu, það er varandi flutning á fljótunum, en það er ekkert ákvæði varandi eyjar eins og Ísland, það sem er silt í kringum. Það er ju engin eyja í Evrópu nema Ísland eða Kýpur. Lítið silt í kringum hana. Írland fræðilega, já. Byggðin er bara meira hana austan megin þar sko, en það að við getum silt í kringum Ísland með vörur sem var gerðum hérna áður fyrr, það verið mjög mikið til þess unnið að við getum gert það í auknum mæli eða einhverju mæli. Sem er líka svona menningarlegt, af því að þetta er eiginlega fyrsti hringvegurinn okkar, það var hafið. Þetta var fyrsti hringvegurinn, og það var hérna bara fyrir þetta síðustu aldar, þá var hafið þjóðlegin. Já, og þessi hringflutningar sem að byrjuðu þar síðustu aldamóta, þau eiginlega opnuðu sveitirnar eins og Höfn og fleiri, þó að það náttúrulega hefði verið gríðarleg bylting þegar hringvegurinn sjálfur kom. Já, hann kemur sér svo bara með betri samgöngum, þá flystir þetta yfir veginn og skipafélagin hætta að sigla reglubundið. Við vorum með ríkisfyrirtæki á sinn tíma, skipafélag, sem var lagt niður. Svo er líka, alltaf stóra málið er að íbúafjöldin býr voða mikið hérna á hvítasvæðinu og það er spurning hvaða vörur þetta eru. Fiskurinn, það er meiri hraði í flutningu þar. Þessi þolinmóða vara er byggingavörur, sorp kannski ákveðna vörur, svo er spurningum ákveðna svona smávörur líka. En ég tel að við skoðum þess aðgerðir, förum eftir þessum aðgerðir sem við unnum með til að stuðla af strandsiglingum. Ég held að það sé skapa skilyrði fyrir það. Það er ódýrari, en því finnst fráleitt að leggja kvaðir á þungaflutningan á vegunum sem að spæna náttúrulega upp vegunum. Já, mér finnst það eðlilegt að notandinn greiði þess það er náttúrulega kílómetragjaldi miðar við þyngd bíla. Já, það er ekki í hlutfalli við það sem að þeir slíta. Það er alveg rétt. Það er því myndi heyrast hljóður horni ef þú myndi leggja til raunhæft. Ég held að sé, ég man ekki hvað þungaflutningabílinn full, hvort það sé ykkur 1000 smábílar eitthvað svo slitið, ég man ekki hvað er, en við þurfum ekki að hafa að taka þáttölu upp. En á meðan að svo er að þá þegar ég keyri smábílinn, að þá er ég náttúrulega að borga fyrir flutningabílinn. Já, það hefur verið haldið fram. Það er ykkur sem borgar vegina, það er skattgreiðendurnir. Það er ég bara, sko, umferðin út úr bænum, ég taldi yfir 30 trukka út úr bænum var að koma frá Ísafirði einu sinni. Það var alveg ótrúlegt magn sem er að fara. Þetta er miklu þetta er ekkit umræðin eða hvað, maður bara upplifir þetta sjálfur. Þetta er eitthvað keyrt á nóttinni, það er, ef þú verður að keyra flutningabíl á milli Reykjavíkur og Akureyrar, þá myndur þú keyra líklega á nóttinni. Sko. Já, þeir fara upp á 5 leitin úr bænum. Ég verð að sjá. Þú bara losna við umferðina og þegar maður er að keyra kannski snemma morgus eða seintu kvöld, þá er
þetta ótrúlega umferð, sko. Ég hef verið að mæta í Guðvitarsveitinni, Ódursáls og þannig í beigjunu þar, 1950 það alveg 2-3 í röð kannski, sko. Og fiskeldið, náttúrulega, það eru gríðarlega öflug atvinnugreinir fyrir vestan og það hefur stuðst við þessa flutninga. Sem er náttúrulega vel, en við verðum að hafa vegi sem þoleta. Og það sem við erum að fara núna er að viðhald vegakerfisins. Það er ekki hægt að hafa fiskeldi á sunnanverðum Vestfjörðum nema hafa góðar samgöngur til Reykjavíkur og Keflavíkur. Ég hef heyrt að líka ef að magni fyrir vestan, þá geta skipin fara að ná í laxinn, sko. Þangað? Þess að þá er að fullan vara, sko. Það er kannski að framleiðslumagn verður meira að þá geti borgað sig og svo sigla bara beint út í heim. Einhvern tímann lærði ég það fyrir nokkrum árum að Eimskip rekur eina línu frá Færeyjum til Evrópu bara með lax og fiskeldi. Já. Það mútu við náum þangað. Við ætlum bara að byggja upp þessi atvinnugrein. Við erum ekki komin á endamarki en þetta er gríðarleg verðmætasköpun í atvinnugrein. Þannig að það gæti slakað á álægin á vegunum að þetta yrði það mikið að það væri hægt að taka legg á Patró. Bólungavík, Sláturhús, eða Bólungavík, Sláturhús þar. Ég vona það að vera hægt að setja sem mesta flutninga á ströndina eða í siglingar á beint út í heim. Mjög gálega vegina. Þú býrðu eiginlega í Noregi, eða ekki? Nei, ég bý á Íslandi. Þú ert búin að vera mikið í Noregi? Búin að vera mikið í Noregi. Þar eru vegir svona svipaður á Íslandi. Þeir eru svona mjóir, það er eiginlega engin vegöxl og þó að þeir séu duglir að setja göng, að þá minna veginni þar mann svolítið á íslensku vegina. Á meðan þegar maður er að keyra í Evrópu, að þá er komin vegöxl það sem er eiginlega hægt að leggja á. Þú getur bara lagt bílnum á. Já, vegir í Noregi eru, sko, það maður segja, þeir segja sjálfur að vegakerfið þeirra sé ekki nógu gott. En Noregi er í fjallaland. Það er jarðgöng og svo það líka sprengja sig í gegnum ásana. Þetta er allt grýtt, sko. Þannig að hver metir í veglægningu er mjög dýrana. Og það þú keyrir út á land, þá lendur ofta þröngum vegum. Já, það er svo að mæta þessu flutningabílum sem við erum að tala um. Það er svona svipað í Noregi að þú hallaðir eiginlega þegar þú Já, það kemur stinkur á bílinn, sko, og mætir þeim. En þeir eru búið að vera að byggja nú undanfæri, sko, 2 akreinis ykkur áttin út frá Oslo, eitthvað suðvestur Oslo, það er verið að klára það fljótlega og það var stórar hugmyndir að byggja vegi líka á vesturströndinni, alveg upp í Þrándheim. En svo þeir eru með lestarsamgöngu líka, alveg til Bótu í Norður-Noregi. En ef maður skoðar það, sko, hvað þyrfti að gera, veginu þyrfti að vera breiðari, þeir þyrfti að vera með endinga betri slitlagi, það ætti ekki að vera ein breiða brýr og bara að fara til Bólungavíkur, það sem þú þarft að gera á leiðinni, þetta eru svo margir milljarðar að þú kannt ekki að telja það, sko. Já, til dæmis núna, við ætlum í samgönguáætlun, við ætlum að fækka malarvegum 460 kilometra á 15 ára tíðanbili. Við erum að stefnum að stórfækka eða útrýma einbreiðum brúm, ég man ekki alveg fyrir hvað ára það er, en það er átakið því líka í samgönguáætlun, það er áætlun búin að vera í gangi. Varðandi bundna slitlagið, það kostar malbygg 5 sinnum dýra en bundið slitlag. Og það er Svo það er líklega endurnýjað það sjaldnar. Já, það er endurnýjað sjaldnar. Ég held að vegagerðin í Marja þá miðar við ákveðin fjölda af bifreiðum á hverjum degi. Þannig að þá kemur malbygg. Út frá höfuðborgin er malbygg. En svo við komin út á aðra vegi lengst í burtu, minnumferð þá er bundið slitlag. Það er eitthvað 2000 bílar, eitthvað svolítið 3000 bílar. Þessi er að vera kannski lent í því að umferðin hefur aukist það mikið, bæði út af þungaflutningunum sem náttúrulega slíta á við 1000 fólksbíla og svo náttúrulega túrismin sem á Íslandi er meira og minna svona bílalegu drifin einhver leiti. Já, ég meina fólk keyrir landið okkar fallega land og þá er það bílalegunar. Það er gríðarlega aukin umferð hvað þá varðar og þá er líka mikið að það bara umferðaröryggislega sé að við sjöum með vegi sem er þá með svipað staðalög í Evrópu. Við erum langt í land, þess vegna fór ég til Noregs að tala um að vantaði öxlina og allt þetta, af því að við eigum svo langt í land með að eitthvað Við getum allt gert betur, en það má ekki horfa það. Ég man sjálfur þegar hvalfjörðurinn keyrður og hann var malbyggaður.
Nei, malarvegur. Já. Þannig við erum búin að stórkostlega afrek sem við erum búin að eiga stórkostlega afrek. Við erum búin að, undanfennum áratugum höfum við gert gríðilega góða hluti, en svo bara umferðin búin að auka svo mikið að við þurfum að halda áfram. Menna 74 klárum við hringveginn og svo var farið að bundi slitlag all land. Og svo bara kröfun orðnar aðra í dag. Það miklu meira. Ég er eiginlega að koma því með því að bera þetta saman við útlönd. Já. Hvort það sé raunverulega ekki, af því að þú talar svolítið það að við erum bara að bæta samgönguna, það bætir byggðirnar og styrkir þær og einhver atvinnulífið og gerir þetta öflugra. En ég bara velta fyrir mér hvort að við myndum þora að reikna það hvað kostnaðurinn væri raunverulega. Þannig að það væri fljúgandi ferð til Bolungarvíkur. Já, eins og við verðum að keyra á spönskum vegum. Já, ef við byrjum saman við Noreg, þá erum við 400.000 manns, segjum bara það, í 100.000 eyjan okkar er 103.000 ferkilometrar. Normenn eru rúmlega 5 milljónir á 300 ferkilometrum. Þeir eru þrissunum stærra landsvæði en 15 fleiri en við. Þannig að þeirra samgöngur, það er miklu dýrara fyrir okkur að byggja vegakerfi hlutfallslega heldur fyrir þá. Það meiri fjöldi á baku hvert kílómetra. Þá þyrftum við líklega að sætta okkur við að margir vegir væru bara ekki til hraðaksturs. Ég hef keyrt í Hálöndunum í Skotlandi. Það fer maður yfir heiðar og það er bara einbreiður vegur og svo er bara hægt að víkja á svona 500 metra fresti. Þú veit að spyrja staðla. Við fjárlaganum þetta síðasta kjörtímabili spurðum mikið staðla vegagerðinni, hvort það væri ekki hægt að gera vegina ódýrari, ekki samkvæmt þessum stöðlum sem er í dag. Það er aðgerri byggðaáætlun sem ég mun komið í haust það að skoða þessi staðlamál. Hvort það sé það hægt að hafa ódýrari staðla og lækka þá umferðarhraðann á sveitavegum. Það var bara öllum ljóst að þetta er bara svona vegur. Já, þetta er svona vegur, þú ert bara að keyra 30-40. Þú víkur bara ef það kemur ykkur. Það er aðgerð sem eru skoðað sérstaklega, það er einn af þessum aðgerð sem bara, við spurðum mikið á síðasta kjörtímabil og það verður núna aðgerð í byggðaáætlun til þess að það einfaldlega geta sett bundið slitla á fleiri kílómetra. Já, svo án þess að fara út í að byggja upp einhvern veg sem að þolir veturinn og snjóþingsli og allt þetta. Akkurat, ég var með fundi... Þetta var einmitt það sem ég var að hugsa þegar ég var að keyra í Skotlandi, að Íslendingar þeir eiginlega sættast ekki við þetta. Hérna eru bara allir sáttið við þetta. Þetta er bara svona. Það er hraðbraut. En það er hins að ég tók eftir að vera að funda herferð í ágúst í fyrra, þá er krafa bara til sveita að það séu bundið slitlag á sveitavegunum. En ekki að þeir séu tvíbreiðir. Já, það sem sveitabílinn er hérna, Bárðardal og þar, að það séu bundið slitlag. Krafan er orðin bara þannig, það er malavegur, þeir eru algjörlega, það er bara krafa nútímans, sem er bara mjög eðlileg krafa og það kostar pening. Malavegin eru líka erfiðir í viðhaldi. Já, veður geta farið illa með það og við erum alltaf búið með veðurlag sem er öðru sinni í Noregi, það er stöður af veðurlag, hérna er meira frost og þíða, þannig að það er öðru sinni veðurlag okkur, meira áskorunir, en við höfum gert gríðilega mikið í þessum málflokki, en núna erum við allan að taka við og við erum klárlega að fara að setja auki fjármagni, 100 milljónar aukning með tilvíðuna frá 23. Og þú heldur að verði sjáanlegar breytingar á samgöngukerfinu í þinni tíð? Ég vona það svo sannarlega. Við ætlum að fara í jarðgangagerð og vonandi tekst okkur að byrja með Sundabraut. Og það er eitt sem er líka sem er risamál, það er innviðafélagið. Þá erum við að fara að breyta fjármögnun á hluta samgöngukerfisins, að gánagerð og brúm. Já, og það mun verður það ekki á fjárlögum, heldur verður þá séfélag sem er utan ríkis fjárlaga og það verður þetta, það getur þá tekið lán og gýra sig upp þá tekjustreymis þegar að fá. Og er í eigu ríkisins. Og alltaf. Já, það er gert ráð fyrir því og það er vissulega ákvæðið sem heimir að selja hlutabréf, það myndi alltaf þurfa að fara fyrir þingið. En það er ekki engar umræður það sko. Og þetta innviðafélag mun þá eiga Sundabraut? Já, við ætlum að núna vera sett inn í innviðafélagi, gert ráð fyrir að Vaðlaheiðargöng fara inn í, Ölfusárbrú og Hornafjarðarfljót. Þetta er allt tekjuberandi eignir. Þannig að Vaðlaheiðargöng, það er veggjöld þar og Hornafjarðarbrú verður líka veggjöld. Það veggjöldin í Vaðlaheiðargöngum standi ekki undir framkvæmdinni, alveg langt í frá. Nei, skuldinu verður teknar af því að tekjustreymi kemur inn.
og svo er gert ráð fyrir því að Sundabraut verði fjármögnuð af veggjöldum. Þá eru viðskiptaáætlun að standast. En okkur eru rukkuð að fara hérna út úr bænum á Vesturlandsveginn. Ef þú ferð Sundabraut, þú átt kostu að fara aðra leið líka út úr bænum. En það mun vera gríðarlega þjóðhagslega hagkvæmasta samgönguframkvæmd Íslandssögunnar segja að það myndi spara gríðarlega mikið. Það myndi spara akstur á höfuðborgarsvæðinu 150.000 km á dag. Og einstaklingur sem býr á Akranesi, það myndi spara sennilega klukkutíma, hálftíma hvora leið og myndi minnka umferðarteppunar í Austurborginni, Ártúnsbrekkuna þar. Hálftíma hvora leið upp á Skaga? Ég með maður lengur en hálftíma? Myndi stytta leið. Hvað er maður lengi upp á Skaga? Ég bara, allan ekki með lengur en hálftíma. Það er gert ráð, þú líka með umferðarteppum öllu slíku. En þetta er allan það sem er stærsta verkefni okkar núna, er í stjórnarsáttmálanum og segir þar að líka þegar borga með veggjöldum. Það kom inn í kosningabaráttuna í Reykjavíkurborg að fjármögnunin á samgöngusáttmálanum að hendi ríkisins væri byggt á rukkun gjaldtöku. Já, það segir í 4. greininni að það er verið að flýta umferðargjöld eða fjármagna höfuðborgssáttmálann að hluta til að Keldalandi komaðan inn og að hluta til að það sem upp á vantar með flýta umferðargjöldum eða með öðrum hætti. Og þá er með öðrum hætti, við túlkum hvað það er svona bara skattpeninga væntanlega. En það er gert ráð fyrir frá 2030 að verði flýta umferðargjöld. Hvernig sér þú það fyrir þér? Augljóslega að innviðafélagi í Sundabraut. En eru fleiri... Já, Sundabraut er ekki inn í höfuðborgssáttmálanum til dæmis. Nei, en eru fleiri vegaspottar eða einhverjar vegaframkvæmdir hér á höfuðborgarsvæðinu sem innviðafélagi geti átt? Já, ég meina það geti alveg fræðilega, geti alveg tekið í argáningar á höfuðborgarsvæðinu. Miklubrautargöng. Þess vegna, já. Þá er það bara spurning um viðskiptaáætlun, fjárfesta og tekjumódel. Skerjafærðargöng til dæmis. Skerjafærðarbrú, það verður bara stræt og neyfir, það er bara ég hef alltaf mikið á að því að þið skilja okkur þessi botlanga áhrif verður að keyra hennar Reykjavíkurskagann fram og tilbaka okkur reynum ekki að fá okkur hringtengingu en það er físileika könnu nú á þeirri braut brú eða göng yfir Álftanesið Suðurgöta yfir Álftanes þannig að það er En göngin, brúin sem var lögð hún er bara fyrir Nei, það er Fossasbrú, ekki Skerjafærðarbrú Þetta er utar sko það er einhver djúp renna þannig sunnan megin en það verður gerð físileika könnun á því sem tengja raunverulega Álftanesið við miðbæ Reykjavíkur Já, sannlega frá Suðurgötu með líklega en það verður físileika könnun á þessu svona framkvæmd geti farið inn við en það er bara seinni tíma mál en þá eru alltaf að tala um veggjöld þetta var þar og þá þurfum að koma lífeyrissjóðir að fjárfestar inn í félagið ekki með skattpeningunum Við nefndum og þú hefur nefnt að við höfum gert margt við eða bara við sem samfélag við gerum hringveginn og það var gert fyrir skattfjörindar slegið lán Já. Og almenningi boðið að kaupa og mér minnir að það hafi verið svona happadrættisfyrirkomulega að það hafi verið dregið út reglulega þannig að þú fékkst útborgað með einhverjum hætti þar sem að hringvegahappadrætti Já, það var eitthvað, mér minnir að það var þannig þannig að það hafi verið svo ýmsar aðferðir svona líkar að því að við innheimtum skatta mest af þeim sem hafa mest aflögu og svo byggjum við upp heilbrigðiskerfið, menntakerfið, vegakerfið og eitthvað svoleiðis. En þetta með innviðafélagið, það er svona breyting, það er verið að fara yfir því það að við byggjum þetta ekki upp fyrir skattfé sem er þá tekið af stighækkandi sköttum, heldur borga allir. Hinn fátæki jafn mikið og ríki. Fjárfestirinn, lífeyrissjóðir þá kæmu eða þá eitthvað fjárfestingarsjóðir vera Hvalfjarðargöngi voru byggð með þessum hætti tók gríðarlega vel þannig að vera með hugsum svipa módel og var það en í svona kerfi að þá borgar notandinn og hann borgar jafn mikið sá sem er með lágmarkstykkjur og sá sem eru með mikla tekjur sem eru öfugt við kerfi sem var innheimtir skattar með hlutfallslega hærra eftir því sem aflaði meira. Já, það er bara finnst þér ekkert ósanngjarnt
við þetta og í flokki fólksins sem er málsvari öryrkja og þetta skiptir máli fyrir öryrkja til dæmis og lágtekjufólk að það sé ekki verið að búa til of mikið af gjaldtöku sem leggst flatt á alla því það eyðir svona jöfnunar systeminu sem er í hefðbundnu velferðarkerfi. Truflar þetta ekki? Jú, það gerir það svo sannarlega og þetta er mjög góð spurning. Þetta er líka spurning fyrir okkur hvort við ætlum að fara í verkefnið eða ekki. En er ríki á ekki fyrir þessu? Nei, það er ekki, þá þurfum við að hækka skatta gríðarlega mikið. Já, það er. Þannig að það er það sem er spurning. Þú eiginlega innheimtur skattinn jafn óðum. Það er ekki eðlismunur á því hvar þú tekur skattinn. Jú, það er innviðafélag, önnur ríki að gera það nákvæmlega sama. Noreg, Danmörk, Svíar að gera það sama. Erum innviðafélag, Nýju Vægir í Noregi, Sund og Belti í Danmörku og ég man ekki hvað heitir í Svíþjóð. Þannig að þeir eru að reyna að hraða uppbyggingunum með þessum hætti og líka með að setja ekki mikla byrði á ríkisfjármálin. En þetta er alveg hárið, það truflar mig vissulega. En það er líka það að notandinn, að það er þeir sem er að nota þennan veg, þeir greiða. Það er okkur réttlæti því en þeir sem nota hann ekki, borga ekki. Þannig að vissulega er alveg hárið hjá þér að það er sama gjald, það er ekki verið að tekka skattframtalinu en svoleiðis þegar þú ert að fara að keyra hana veg. En við þurfum að fara varlega í þessu málum. Ég verður að segja alveg eins og það verður að fara varlega í þessu og það má ekki vara og geist að rukka allt og alla. Það hefur gerst í bílastæðamálum til dæmis hérna. Það var alltaf hægt að leggja bíl eins staðar og það er nokkuð sem ég er að skoða varðið hausti umferðarkablinn þar og mér finnst það er umræð sem þau líka taka. Það kom í veg fyrir að þetta rukka. Ég bara aðgangur á landin Íslandi. Það verður að rukka alveg hægri minstri og það eru svona sektir hana sem eru, þetta heitir, senkunargjöld eitthvað svoleiðis, það er engin heimild til að sekta, þetta bara fara í innheimtulegina sjálfsögðu. Ef þú borgar ekki þinn 1000 kall fyrir að leggja, þá getur ekki komið bara, til 3 daga kostar 8.000 kall. Ég held að fyrsta skipti sem ég sá það er ekki löglegt að mínu mati, það er bara að lesa fyrstu grein innheimtulega. Fyrsta skipti sem ég sá þetta var í vaðalagðargöngum. Það kom gjald ef maður borgaði ekki innan 3 daga eitthvað, ég maður ekki. En ég tel að þessar kröfur er allar að fara samkvæmt innheimtulögum. Það er mín skoðun, en það er öðruvísi ef það koma háar fjárhæðir. Ef það eru komin gríðaleg fjöldi, þú þekkir það bara sjálfur, af þessum bílastæðagjöldum. Oft veit maður ekki, það kemur kannski myndavél af þér, skráir númerið þitt, en viti menn, og þú heldur þessi skráðurinn í kerfi, en þá þarftu sjálfur að fara skráði. Skráningin er bara fyrir sektargreiðslunni. Ekki til að skráði, þú ert sjálfur að fara sér allt í. Það er svona fjárplagsstarfsemi og er algjör lítir á samfélaginu. Þannig að þetta er líka vandamál í Noregi og Danmörku. Danir hafa tekið svolítið á þessu. En við þurfum að skoða þetta. Mér finnst þetta líka spurningum bara aðgang að Íslandi. Við erum það háð bílnum að hvar á fátækt fólk að leggja til að geta skoða þessu með landinu út í náttúrunni. Það er almannaréttur. Þetta tengist því líka. Hvað sérðu fyrir þér að innviðafélagið verði stórt í peningutalið? Ég get ekki sagt til það. Sundabraut er held ég, 140 milljarðar eitthvað meira. Það getur fleiri verkefni faraðan inn sko. Og þetta er bara þannig að þú gefur út Fljótagöngur 21 milljarðar. Þú gefur út skuldabréf og lífeyrissjóður kaupa. Þetta er fjárfesting og... Já. Það er það sko. Þetta er það er mikið að það ríki hefur ávinningin. Það er ekki gott ef það sé einkafyrirtæki sem að borgar og svo er þetta borgað upp og kannski búið að borgað upp á 15 árum. En samningurinn til 20 ára þá er einkafyrirtæki að taka hreina tekjur af almenningi sem keyrir í gegn síðustu 5 árin. Það er ekki erlendi svo valdi pólitísku ólgu í löndum. Grundvallaratriðið að sama félagi eigi sem mest. Þannig að þegar að Hvalfjarðargöngin hafa borgað sig að þá flyst ávinningurinn því til uppbyggingar annar staðar sem myndi ekki gerast ef hver framkvæmd væri í sjálfstæðri einkaeigu. Þá myndi þetta enda bara sem mjólkurkú fyrir þetta. Já, þetta er það útfærslu atriðin en við erum að horfa til Færeyjan til dæmis. Þetta kópir okkur varði fjármögnun og þeim hefur gengið mjög vel og þeir eru núna til dæmis að hugsa að gera jarðgöng til Suðureyjar. Það eru 23 kilometrar og það eru hugmyndir að gera jarðgöng til Vestmannaeyja. Það eru 18 kilometrar.
það er miklu minna samfélag, það er 50.000 manna samfélag. En innviðaráðurinn sem að Fjarðarheiðagöng stóðu í, hvað segir hann Suðureyjagöng Færeyingum? Það er náttúrulega Ég hef enga skoðun málum Færeying, það er ekki vænt Færeying, ég var í Vestmannaeyjum. Ok, en göng til Vestmannaeyja. Frábært að koma ánga. Göng til Vestmannaeyja. Ég verð að segja svo ég fór að skoða borholuna sem Eyjagöng eru með á Eyðinu og sá hana kjarnana og hitti hana jarðfræðing og verkfræðing sem hefði verið í Færeyjum. Þeim lýst mjög vel á þetta og berglögin eru mjög góð, þeir fóru niður 300 metrar dýpi og þeir ætla að hefja að byrja að bora upp á landi eftir þjóðatíð og svo fara fram svo kallar seismikrannsóknir næsta ári, held ég, á næsta ári. Maður svona opnaði svolítið hugamann fyrir þessu og líka, ég sagði líka á fundinum með Eyjum að ef Færeyingar geta, eigum við ekki geta gert það sama. En hvað myndi kosta til þess að þessi framkvæmd myndi ekkert borga sig? Hvað kostar að gera það? Ég er ekki með töluna, það er 100 milljarðar, ég þú ekki að... En hvað myndi kosta fyrir mig að keyra til Vestmannaeyja? Vestmannaeyja? Ef þú ætlar að láta þau ganga upp. Það bara vaxtakostnaðurinn... Já, þetta fyrir fyrsta lagi hvort sé hægt að gera þetta, ekki? Og þá er þetta að fara að reikna hver kílómetri kostaði að bora og svo þarf að vera viðskiptaáætlun. Við erum að setja pening í samgöngu til Vestmannaeyja og svo er alltaf spurning umferðina. Landeyjahöfn hefur valdið algjöri byltingu varðandi samgöngu til Vestmannaeyja. Þrátt fyrir að vera hálfgert svona verkfæraslys. Við getum fullir það og það. Ég ætla ekki að gagnrýna þessa framkvæmd og bara sem dæmi fyrir Landeyjahöfn þá voru 120.000 farþegar að fara til Vestmannaeyja. Í fyrra fóru 440.000 farþegar. Og þetta gjör breytir algjörlega samskiptum Vestmannaeyja við fastalandið. Ég finn það bara sjálfur þegar ég fer miklu oftar nú til Eyja en áður og þetta er gríðarlega öflugur útgerðarstaður, komum við laxeldi líka, landeldi og mikil verðmætasköpun hana. Mikil túrismi náttúrulega. Mikil túrismi og megnaða ferðamönnum, 80% ferðamönnum fer á Suðurlandi, horfið sér til Vestmannaeyja, þeir vilja örugglega fara þangað þegar þeir sjá eyjarnar, gríðarlega fallegar eyjar. Þannig að við getum gagnrýnt Landeyjahöfn á ýmsum forsendum en hún er komin og búin að breyta algjörlega tengingu Vestmannaeyja við fastalandið. Samgöngusáttmáli höfuðborgarinnar kom til umræðu í allavega í sveitarstjórnarkosningunum í Reykjavík, og þar voru þeir flokkar sem að mynduðu síðan meirihluta vilja endurskoða hann og þetta lendi þá að borði hjá þér, eða ekki? Jú, ég átti þetta fundi morgun með borgarstjóra um þetta og fleiri mál og það er náttúrulega ef sveitarfélögin vilja fara fram að endurskoðun þá þurfa þau ekki að gera það er ákveðin málsmeðferð sem er í gangi. Það getur ekki leitt til þess að það sé bara endalausar tafir á... Jú, ég til vikið að það verði ekki. Það er sjálfsagt að fara endur skoða. Það er sjálfsagt að gera það. Það er margt sem að gera betur. En ég heyrti líka fulltingar í fjölmiðlum að oddvitin í Hafnarfirði, hann vildi fara í endur skoðun líka þar. Það er bara komið ljós. En það er endur skoðun ákveða í sem þetta er að fara í þá. Og endurskoðun getur verið svona að flytja til þetta verk fram fyrir þetta og eitthvað eða bara einhverja heldar endurskoðun á eins og borgarlínu. Hefur þú skoðun á borgarlínu? Já, við vorum ekki hrifað, minn flokk var ekki hrifað, við lættum samt að gera skóflustungur, fyrsta embættismerkið, fyrsta skóflustunga við Fossvogsbrú. Ég held að, ég menna það þarf klárlega að gera eitthvað í samgöngu á höfuðborgarsvæðinu. Hvað var ekki náttúrulega hálftíma að setja í því núna og það fastur umferðarteppu. Þannig að það er gríðarlega mikið að það veri farið í átaka á höfuðborgarsvæðinu varðandi samgöngur. Frýta umferðargjöld, það er eitthvað sem er stór spurning, skilst mér. Svo er líka lóðinar sem að verða til með jarðgöngum. Þegar það ekki tekjur þeim að renna til sáttmálans. Það er bæjarstjórar á höfuðborgarsvæðinu að tala um það. Þannig að það er margt að skoða. En ef þú grefur undir Miklubrautina þá verður til dýrmætt byggingaland ofan á. Já, þannig að það er bæjarstjórar að tala um það eftir peningur lóðinar, verðmæti lóðan eftir að fara til höfuðborgarsáttmálans. Það er gríðarlega kostnaðar sem framkvæmd allur sáttmálinn og það er endurskoðun ákveð í honum og
En varðandi Boltinn er hjá borgarlínuna sveitarfélögunum. sem að flytja eitthvað af ferðaþörfinni yfir í almenningssamgöngur. Hvar ertu Flytja ferðaþörfina. yfir í almenningssamgöngur? Það er líklega grunnhugmyndin á baku borgarlínu að með því að byggja hana upp að þá náum við að flytja töluvert af fólki sem annars myndi vera í bílunum á götunum. Já, Og þess vegna sé þetta bæði fyrir þá sem að vilja nota almenningssamgöngur. En þetta er náttúrulega fyrst og kannski fyrir umferðar, það verður minni þörf á umferðarmannvirkjum. Já, ég meina það er viðlitið til þess að fá fólk inn í almenningssamgöngur meira, nota almenningssamgöngur. Við getum ekki alltaf verið að bæta við nýjum akrinum á Miklubraut eða Sæbraut. Það þjónar ekki tilgangi sínum. Þetta er að reyna að fá auka notkun almenningssamgöngum. Það verður ekki verið að þétta byggð. Þannig þú til að vera mikilvægt atriði í... Já, ég tel að það í sáttmálanum er það mikilvægt atriði. Á hverju heldur sé andstæða sé við borgarlínu? Ég held að mér finnst þessi satt að segja, sko, ég bara átta mikið alveg á þess að segja. Það er bara varðandi höfuðborgarsáttmálann. Það er 42% af fjármagninu fyrir stofnvegina. Leysa flöskuhálsa og svo framvegis. 42% fyrir innvið almenningssamgangna og svo fyrir 13% til uppbyggingar hjól- og göngustíga. Þannig að við erum að tala 55% fyrir í þetta tvennt, almenningssamgöngur, uppbyggingu hjól- og göngustíga. Þannig að það er klárlega viðlitnana að vera að fá fólk meira enn í almenningssamgöngunar. Ég held að andstæðan sé mikið, sko ég tel að við getum almenningssamgöngur en ekki vera að þrengja að einkabílnum. Ég held að það sé svolítið málið. Það er svolítið mikið verið að tala um það. Hvar er verið að þrengja að einkabílum? Það er verið að gera með... Það er náttúrulega framkvæmdir eins og þú lentir í því. Það er bara því að vera að byggja hús og þeir fá að taka aðra akreinina á efst á laugunum. Já, það er það sem ég bara heyri umræðinu. Það sé verið að þrengja einkabílum. Hvar er verið að gera það? Ég meina, ég hef ekki skoðun á þessu. Ég sé bara Grensásveginn og það er búið að breyta 2 akreinum í eina. En þetta er það sem er umræðinu, er að setja pottablóm í bílastæði og svo leiðis. En þetta er ekkert mál sem varðar okkur eða ríkið. Þetta er bara innri mál sveitarfélagsins Reykjavíkur og höfuðborgarsvæðisins. En ég tel að ríkið alltaf stendur bílastæða hús undir allri kosunni. Já, ég held að maður ætti gera meira af því að gera bílastæðahús, alveg klárlega. Og ég held að ríkið stendur við höfuðborgarsáttmálann, það er samkomulag sem við erum standa við samninga. Reykjavíkurflugvöllur Já, ríkisstjórnin alltaf einu að standa vörð hann og annar verið fundið, það er ekki að það búið að finna annan flugvöll fyrir innanlandsflugið og ég tel mikið að það er ekstra skilyrðið hans tryggð og þeir eru hætt að grafa undan flugvöllin hvort sem með trágróði eða byggingum alveg fyrir flugvöllin. En nú er þeir sem að nota fljúga til Akureyrar og svona, þetta er bara svo dýrt að, hvað var maður að segja, venjulegt fjölskyldufólk er ekki að nota þetta. Ég veit ekki fyrir hvernig þetta flug er eiginlega. Já, það kostar mikið, en það er loftbrú, sem við erum að styrkja miðakaup 40%, það er gríðarlega peningur það, 100 milljóna. Sér það árangur af því? Já, það breytti svolítið samsetningan á farþjóðunum með það. Við erum að setja, við erum 600 milljónir í það og það er gríðarlega fjárhæð sem að fara í það, 40% mjög mikið. Og það er verið endur sko það kerfi, ég tel hvort það er að vera fast gjald eða ekki, en ekki prósenta. En það er alveg hárrétt, það er hátt miðaverð. Og það er að það sé mesta ógnin við innanlandsflugið. Sérstaklega maður séu miða hvað maður getur keypt út úr landi. Maður hefur út í heim fyrir ykkur miklu ódýrari miðaldur innanlands. Já. En það breytir því ekki að innanlandsflugið er gríðarlega mikið fyrir landsbyggðina. Reykjavík er höfuðborg landsins og þá er mikið að tryggja samgöngum við landið. Við landsbyggðina fyrir ekki. Já, en hvernig stendur á því ég kemst íra lengra heldur en til Tyrklands fyrir sama pening og til Akureyrar? Ég veit ekki, ég spurti að þessum fundi mig í flugmálafélaginu og var ekki mikið sver. Ég getur keypt með til Osloar ég keypti daginn 19. eina leiðina og svo heyrði ég að kollegi minn hafi keypt á 49 skall aðra leiðin til Akureyrar. Innanlandsflugið er mjög mikið fyrir landsbyggðina og það er skylda höfuðborgar til ég að hafa góðan innanlandsflug í svona stóru landi og fámennu landi og hann hefur reynst vel fyrir landið í heild. Ég skil ekki þess að hugsun að hann sé eitthvað fyrir, ég bara er ekki þar því miður sko. Og ég held að þetta með trjágróður annað er að vera að grafa undan honum,
Það sjálfsagt að flytja Þetta trén vaksa bara. Trén vaksa, en það breytir því ekki að pólitískum það breytir því ekki. ásetningi. Þegar búið að finna annan innlandsflugvöll, þá á að flytja hann. Og ekki til Keflavíkur bara. Ef þú lagar samgöngunar á milli Keflavíkur og Reykjavíkur. Við fáum hraðlest, eitthvað svo leiðis. Kom það með hraðlest. Það sem ég hef bara að segja það, að við erum núna með flugvöllin hérna, þetta er sem við erum með 5 hæða hús, þá notum við allar 5 hæðinar en ekki bara 1 hæð. Við erum með rekstrarlega flugvöllinum, tryggja rekstrarhæfans, finnum annan flugvöllastæði og þá flytjum við það, en ekki vera að grafa undan rekstrarhæfi flugvallarins með trjágróðri eða einhverju má ekki setja fjárstýrandi flugturnu að má ekki hitta þetta og allt bara drabbast niður. Það sem að þeir sem að búa hérna næst og við eigum líklega hlust á það, við hlustum á nágranna í öllum þessu framkvæmdum sem þú allar standa fyrir, þú hlustar á nærsamfélagið. Það fólk varst þar merkt yfir þyrlunum sem er gríðarlega háaði af og það er meira og minna útsýnisflug fyrir túrista. Það er ýmis svona og svo einkaflugi sem er líka mjög háaðasamt. Miklu frekar heldur en samgöngunar við Akureyri og Ísafjörð og Egilsstaði. Það má alveg skoða þetta með þyrlur og annars slíkt sko. Það er líka bara að byggja þannig alveg við flugvöllin. Þannig að þú ákveður að kaupa húsnæði við flugvöll þá er háaði sem fylgir. Þetta er við byggingaskilmálum öðru slíku. Þetta er sagt stundum við okkur sem er búinir í bæ að við höfum bara sett okkur við fyllir í og svona. Þetta er ekki alveg þannig sko. Maður er bara að flytja, ef þú ert ekki sáttur við þetta, þú ert bara að flytja. Nei, ég er ekki að segja nei, ég er að segja ef þú flytur við flugvöll þá þeir sem keyptu húsnæði til dæmis í gamla Skerjafirði fyrir 25 árum, þá var engin túrismi á þyrlum eins og er núna. Já, ég segi þess að það má alveg skoða. Það fólk hætti ekkert vara sig á því. Já, ég er alveg sammála. Það er sjálfsagt að skoða að taka á þessum málum öllum. Herðu, en hvernig er að vera samgönguráðari? Ég finna þegar ég er að tala við þig að hitturðu að því að þú berð ábyrgð á öllu vegakerfinu. Þú berð ábyrgð á því að það er að losna bundna slitlagið í Borgarfirði eða kemur smá hiti. Þá vefstu þetta utan hjólinn og slýsa þetta. Það er samband við mig. Mér er senda ljósmyndir að þið. Jú, ég fengi ljósmyndir af dekkjum með svona tjöru á og svoleiðis. Svo líka fengi ég leiðbeiningar það hvar Sundabraut er að liggja. Og fleiri leiðbeiningar að bjóðast til að semja fyrir mig og svoleiðis. Það er mikið nálæg allan að finna það. Það er gríðarleg þörf að funda, mikið beðum fundi og svoleiðis. Og finnst þér þetta ekki stundu vera svona, er ekki hægt að þú færði alltaf litla peninga til þess að svara kröfunum. Líklega kröfuna sem að berast til þín eru nokkur 100 milljarðar. Það er alltaf stóra máli í þessu samgönguáætlun núna. Hún er full fjármögnuð. Ákvörðu, hún er samræmi með fjármálaáætlun. Og heldur það sé sátt í samfélaginu um hana? 2060. Það var ekki bara sátt í einhverju bakarbyrgi niður í þingi eða heldur að fólki sem er að senda þér tillögur og eitthvað fleira, að það er ekkit aðili að þessari samgönguáætlun? Nei, sko, þetta snýst allt fjármagn. Og fjárlögin, það er einu lögin sem að Alþingi ber skylda til að samþykkja á hverju ári, samkvæmt stjórnarskrá. Og þetta snýst ríkisfjármálin alltaf öndunum. Við erum núna sem hlutdeild af ríkisútgjöldum, þá erum við mestar hlutfallar ríkisútgjöldum bara síðasta áratug, jafnvel þó lengra væri farið. Þannig að hlutfallar ríkisútgjöldum, þessi 5,38% núna, það er að fara til samgöngumála. Þannig að við erum ekki verið að gera betur hvað það varðar. Þannig að það er sátt, þannig að það er mjög gott til ég fyrir samgöngur. Og líka þess að fjárhæðir sem var nefna, við erum að auka fjárveitingar í viðhaldvega úr 12 í 20 milljarða. Við erum að setja 100 milljarðar meira á næstu 5 árum í samgöngur. Það er auðvitað vill allir að hafa meira, en við þurfum líka að horfa á skattpeningana og hvaðan peningum kemur og markmið ríkisstjórnar er líka að ná niður verðbólgu og vaxtastig í landinu og skila hallalausum fjárlögum. Það er kröfur alveg út í eitt sko að þá peningur þarf að vera til með verðmætasköpun í samfélagi. Það þarf að vera eitthvað svona sátt það þetta er verkefnaröðin okkar. Þetta snýst forgangsröð. Fjarðarheiðargöng, hvaða veldur miklum sko titringi þegar að vera að raska sem einhver hélt að vera sátt. Greinargerðin með samgönguáætlun, hluta af henni eru framkvæmdatöflur. Yfir tímabil, hvað er verið að gera á ákveðnum tímabilum og þá fara fjárhæðir sko. Það er til með. Þannig að fólk getur kynnt sér þetta.
Búðafoss árið 2026, Búðafoss vegur fyrirgefur, hlutur ríkis í framkvæmd, það eru 2850 milljónir. Og svo sjáum við hérna Kjalarnesveg, það er 150 milljónir ár, og næsta ár er 2100 milljónir og það næstu 3 árin. Svona Vestfjarðavegur, Gufudalssveitin, í ár fara 3 milljarðar og 1200 milljónir næsta ári. Dynjandisheiði fara 1450 milljónir í ár. Þetta eru stóra fjárhæðir og svo það er ekki bara að skoða þetta blessið 23 áfram eitthvað svo leiðis. Þetta er það sem verið að skoða hvað er verið að fara að gera. Þetta er það sem er forgangsröðun á fjármagninu og við erum að fara að byrja Axavegi á næsta ári fyrir austan og vissulega maður vilja gera betur og svo líka annað hvernig er þetta nýframkvæmd og hvernig er þetta viðhaldi. Það spyrir hvort þið getur nota viðhaldspenningin í endurbætur og vegi sem er það nýframkvæmd eða ekki. En þetta er stóra málið þitt í vetur, eða ekki? Þetta er stærsta málið núna í þinginu og svo líka innviðafélagið sem við bindum mikla vonir við að geta hafið þá stórframkvæmdir með öðrum hætti en á ríkisreikningi eða þessar fjárlögum. Og það verður alltaf ennur hugsun á bak við það. Þingi klárast ekki fyrir helgi og þá kemur sumarið það sem að þjóðin mun deila Evrópusambandið. Ég sé að þú ert með nælum íslenska fánanum er þetta yfirlýsing það að þú ætlar að vilt ekki ganga í Evrópusambandið? Nei, þetta er það hverja það. Ég var nú með þetta gæra í sjónvarpast, það er eitthvað vitlaust en hérna ég er bara, gott að hafa þetta. Ég er líka með flokksmerki stundum og þetta er sérstaklega gott út af fundum erlendis og veit fólk hvaðan ég er og mér er mjög gott að sjá þetta öðrum jakkafötum að sé að hann er frá Svíþ og þessu. En ég ég er ekki eins í gegn Evrópusambandinu, ég hef ekki vænt Evrópusambandu og ég læriði Evrópusambandu og það allt. Ég er ekkert á móti Evrópusambandinu sem slíku. Hvað ætlar að kjósa? Þetta er eiginlega kosningar en ég er minn flokkur og ég er ætlar ekki að taka þátt í umræðinu núna í sumar þetta mál? Ég hef ekki tekið afstöðu til þess en ég er bara minn flokkur er ekki hlynntur aðild. Ég er ekki hlynntur aðild. Sinn flokkur er hlynntur því að það verði þjóðaratkvæðagreiðslu? Já, við erum hlynntir þjóðaratkvæðagreiðslum og ég minni bara grein sem að formaðurinn Inga Sæland skrifaði í Dóm þjóðarinnar heiti greinin, birtist í Morgunblaðinu daginn og þá er það eitt af stefnumálum flokksins að fjölga þjóðaratkvæðagreiðslum með mikilvæg mál, beint lýðræði. Og ég til þetta að við raki mál til að senda til þjóðarinnar til að spurja þau. Stjórnmálamenn hafi ekki hlýtt niðurstöðu. Við vorum að tala um Reykjavíkurflugvöllinn áðan að það var kosning í Reykjavík að hann ætti að fara. Naumur meirihluti vildi hann færi. Það er með rafrænu kosningarnar? Nei, við erum líka með kosningar stjórnarskrá sem að þingið hefur eiginlega ekkert gert með. Já, við getum deilt að báða kosningarnar. En þið eru hlynntir því að almenningur fá að velja þessi mál sem er ágreiningur og eðlilegt að fara fyrir þjóðina. Já, og það ekki hafa áhrif á stjórnarsamstarfið. Það er ekki verið að kjósa ríkisstjórnina. Þeir eru fylgjandi því að verið sótt en þegar að samningur liggur fyrir, að öllu líkindum ætli því að Nei, það er ekki rétt. Við erum ekki fylgjandi að vera sótt við erum fylgjandi að vera þjóðaratkvæðagreiðsla. Ég er búin að segja já, atkvæðum það verið frá þjóðaratkvæðagreiðsla, en þú spyrir hvað ég myndi kjósa, ég get svaraði óbeint. Ég er ekki stuðningsmaður aðildar Íslands að Evrópusambandinu. Þannig þegar hún kemur á dagskrá þá máttu segja nei. En núna svarið í spurningin þjóðaratkvæðagreiðslunni er það hvort að við eigum að sækja eða halda aðildar. Þú ætlar að segja nei þá? Já, ef ég ekki áhuga að ganga eitthvað félag, þá fer ekki að senda umsókn. Það er enginn sem að segja að ég vil að verði sótt en á endanum ætla ég að segja nei. Það er ekki afstaða sem að hægt er að hafa. Þannig að þeir sem að vilja ekki ganga í Evrópusambandið, þeir munu bara segja nei í haust. Já, það hlýtur að vera. Það hlýtur að vera rökfræðilega rétt niðurstaða. Ef þú ert ekki hlynntur aðild, að þá ferði ekki að segja, jú, heyrðu, ég vil áhuga að sækjum aðild í félagi sem ég hef ekki áhuga að vera í. Þetta er svona grákomartspæling ykkur kannski, ég veit ekki alveg. Þið nefndu samt í því sem stjórnarflokkur að samþykkja það að fara í atkvæðagreiðsluna þó þau séu á mótinni. Eða móti því að verði sótt. Já, mér finnst bara eðlilegt að þjóðin fá að segja síðan skoðum þetta mál, við erum bara að deila með 30 ár eins og formaðurinn skrifaði í grein sinni og þá leysum við þetta spurningu og þá getum við haldið áfram með annað. Og ef meirihlutin vill sækjum, þá kynkið því bara eins og við erum kosin á þjóðin og meirihlutin ræður á Íslandi. Það er, við erum eftir ríkasta samfélag Evrópu hérna
og Noregur, Sviss, Ísland, við erum ekki í Evrópusambandinu. Herðu, ég ætla að fara að sleppa þér. Við erum ekki að vera allra ríkasta samfélag. Ég ætla að fara að sleppa þér, en ég verða eiginlega að spyrja af hverju mælist fylgi Flokks fólksins svona lítið? Þetta er góð spurning. Ég held að það verður bara að koma í ljós. Ég bara átta mikið alveg að við náðum mörgum okkar málum í gegn. Þú verður að passa þér, þú getur farið að hljóma eins og VG á síðasta kjörtímabili. Þeir sögðu það líka. Guð hjálpi mér með það. Við erum búin að vera svo duglegir, við erum með bestu ráðherrana, við erum náð okkar málum fram. Þeir sögðu þetta allt saman. Já, það getur vel verið. Ég átta mikið á þessu spurning. Ég pæli ekki svo mikið í skoðanakönnunum. Við erum með 10 þingmenn, fengum frábæra kosningu síðast og vorum kosin á málefnunum klárlega og við erum bara að vinna málefnum. Stjórnarsamstarfið gengur mjög vel. Og ég held að þetta sé tímamóta ríkisstjórn á mörgu leyti. Kosningin 2024 ég líkti henni við það þegar kosningun í borgin 30 árum fyrr, 1994. Núna eru valdaflokkar samfélagsins ekki við völd og það er gríðarleg breyting. Það er svolítið munur á því þegar meirihluti Sjálfstæðismanna féll 94 eða þegar féll 78 að þá komust vinstriflokkarnir að og það endaði ekki vel. Já, var ekki 78 kosningin í borginni svipað á 2009-2013 í landsmálunum. Það er búið að fara í gegnum þá sögu, þannig að nú erum við komin að söguleg samanburður á tvennum. 78 var náttúrulega merkilegt ár. Það var kosið líka til þings, það var mikið af verkvöllum, það var mikil svona pólitísk degla, miklu meira heldur en 94. 78. Það sömuleyti var meirihluti sem kom á þing þá og síðan í borginni. Niðurstöðuna þar voru mjög óvæntar. Já. Og þeir réðu embættismann sem borgarstjóra og sko í borginni en svo var líka með vinstristjórn 1978 það sem að fór allt í hund og kött. Já. Þannig að það var ekki að ganga. Ég er að segja, þegar þú ert að segja að þetta væri líkt á 94, ég var að bjóða upp á 78, það sem að þetta var breyting frá því sem áður var, en skilaði kannski ekki miklu árangri. Ég kem með samlingum á móti í landsmálunum 2009, en ég tel að sko, flokkur fólksins, þetta er 10 ára gammal flokkur, og ég tel að árangur Ingu Sæland sem stjórnmálamanns sé alveg einstakur og sýnir það að lífið búið með lýðræðisríki að geta stofnað, kona með hennar bakgrunn, stofnað stjórnmálflokk sem nær svona langt. Það er stórkostlegur árangur. Getur flokkurinn lifað hana af? Já, ég tel það. Við erum með... Og þá er ég ekki að meina að hún sé að falla frá, heldur bara að hún sé bara lítið svo á að hún sé búin að gera nóg og þessi komið tími fyrir aðra að taka við. Ég tel að málefnin, kjarni, fæðingavottorflokksins er mjög sterkt. Það er bara það gett fátækt í samfélaginu, bara það fyrir réttindi aldrað öryrkja og svo er líka bara það fyrir sjávarbyggðir og minni sjávarpláss í landinu. Þetta er mjög sterk rödd sem þarf að heyrast í íslensku samfélagi og ég tel að árangur staðfesti það. Við náum vel til ákveðna hópa sem ekki hafi haft rödd á Alþingi Íslendinga og það er einstakur árangur. Ég tel líka að flokkur eins og Inga Sæland og flokkur fólksins við séum að ná til fólks með öðrum miðlum en í gegnum Morgunblaðið, við vorum áður með flokksblöðin og þessar stóru fjölmiðla RÚV og svoleiðis, að það er algjör bylting. Og hvernig náðu þið til fólks? Við hefum gegnum samfélagsmiðla. Ég var í gær í viðtali á RÚV í stúdíói, þetta er 3. sinn á ævinni sem ég fer í stúdíó RÚV, þess að í myndver RÚV. Og fyrst 13 mínútur? Fekk 13 mínútur, ég var hjá Agli Helgarsinni í febrúar 23 og svo var í janúar í Silfri Egils, þetta Silfri þá, í janúar í fyrra, í annarsinn æfinni sem ráðherra og svo núna í 3. sinn. Ég var undirbúið fyrir sko að mæta í janúar og næsta ári, það var aðeins á annað hvert ár sko. En það var óvænt. Þetta segja það að RÚV einhvern veginn telji flokk fólksins ekki vera nógu fínan fyrir sig og þið séu síður köllu til skrafs og ráðagerða heldur en aðrir? Ég er ekki að segja, ég er bara að segja hvað mín persónulega reynsla er. Ég er ekki svo góður álíktaði svona... Ég er bara að segja hvað mín reynsla er. Ég held að við höfum ekki verið eins áberandi í þessum spjallþáttum og ég held að orðræðan okkur síðan svo hann er. Og þið verðið að byggja upp eitthvað beinu samskipti við kjósendur í gegnum samfélagsmiðla vegna þess að ykkur býðst ekki, kannski sama mælu og öðru flokkum, að gera það í gegnum svona stóru fjölmiðlana. Við erum að gera það sem við erum að gera og það er sama flokkar út í heimi að vera að gera líka. Við erum bara svo heppin að lifa á þessum tíma þar sem samfélagsmiðlar eru öflugir og
og svo líka bara boðskapur okkar nær klárlega í gegn í kringu kosningar. Þannig að fyrir samfélagsmiðlana að þá hefði Inga Sæland aldrei náði í gegn. Já, hún allan ekki náði, við hefum ekki náði í gegn að vera flokksblöðin. Það bara allt aðri tímar og þetta bara fjórflokkakerfið búið. Það Blessunarlega segir ég get bara tala fyrir mér, ég var að fara mjög stressaður í resuna minni. Svo kemur til þín. Erum við gaman að fá þig, Inga? Já, takk fyrir. Alltaf gaman að tala við þig. Og gangi bara vel með, og til hamingju með að hafa náðu þessum stóru málum í gegnum þingið. Já, takk fyrir það og þetta spennandi tíma framöndan í þessum málflokki. Já, takk fyrir. En við ætlum alltaf áfram hérna við Rauðaborðið, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Björn Þorláks ætlar að fara að skoða samfélagsmiðla hér eftir augnablik. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.